Mamma mín segir sig kraftaverk. Pabbi minn kallar mig flotta gæjan hans. Ég prinsessa og ég þá prins. Ég kölluð engin frá himnasending góð. Ég hermaðurinn hans pappa. Enginn stór eða sterkur og ég. Hann lætur þó samt undan þór hér sé pínu bumba. Því ég hermaðurinn, hopp 2, 4, 3. Mamma mín segir sig kraftaverk. Líttu bara á mig og þú sést það strax. Alveg síðan klippt var á nafnastrengi minn. Það sannaðu hana annað kraftaverk sem ég. Ég hermaðurinn hans pappa. Enginn hrakkur og ég. En hefur pabbi stetti þegar ég verð eldi, þá verð ég líka heldur og skýti undir inn. Mamma mín segir sig kraftaverk. Líttu bara á mig og þú sést það strax. Alveg síðan klippt var á nafnastrengi minn. Það sannaðu hana annað kraftaverk sem ég. Mamma mín segir að ég sé Berlína. Hefur nægan tíma því ég Berlína. Ég verð að vera mjó og hætt að borða krem. En ég Berlína og köku vil ég fá. Nýja mynd af þessum engli, þessum fína búningi. Hún örugglega betur en allir aðrir krakkar hér, já það sést. Jú, Dúlla, sjáðu mömmu að vera þessi sóði. Brosti núna fyrir mömmu, ég sá blikk. Taktu að Þetta einkunnur hann sem fekk 7 fyrir dans. Viltu skóla strax, kennarinn í rugli hann sætur, alveg ágætur. Ég viss að hún sé betur en allir aðrir jafnaldrar hennar. Mamma mín segir sig kraftaverk. Líttu bara á mig og þú sést það strax. Alveg síðan klippt var á nafnastrengi minn. Það sannaðu hana annað kraftaverk sem ég. Mamma mín segir sig kraftaverk. Að ég sé allra kraftaverksta kraftaverk. Þú mátt dæma mig en lítið fyrst og stjórna þig. Þú finnur ekki kraftaverk sem ég. Tekur þetta nokkuð langa tíma, læknir? Ég var mætt í flug eftir klukkutíma því ég er að keppa í arlegu danskeppni í París í latindönsum í kvöld. Ætlar í flugvél, frú Cecilia? Ó já, ég keppi alltaf. Ég hef æft 4 klukkutíma á dag síðustu 2 árin. Og ég er líka með leynivopn, Rodolfo. Hann er ítalskur, rosalega velvaxinn og með fáránlegan upphandlistyrk. Við þurfum aðeins að ræða saman. Jæja, læknir, hvað er að mér? Hefurðu virkilega enga hugmynd? Vindverkir? Frú Cecilia, hugsaðu aðeins hver öskurs gæti þetta verið? Er ég... Sjáðu til, læknir. Er ég feit? Cecilia, þú ert ólétt. Hvað? Þú ert að fara að eignast barn? En ég á barn og ég vil ekki annað. Er ekki hægt að gera eitthvað? Þú ert gengið 9 mánuði. Ó guð, einhver sýklaleg kannski. Hvað með danskeppni í París í kvöld? Barn, frú Cecilia, barn. Yndislegasta gjöf sem hægt er að eignast hefur verið gefin þér. Glæný manneskja, líf, persóna, yndislegni manneskja hefur verið gefin þér af ást til að veita þér töfra og hamingju. Ó helvítis. Sér hver barn sem kemur heiminn í, ég fyllist trú á mannkynni. Ýttu, Cecilia, ýttu! Skal ýta þér sjálf. Sér hvert líf sem ómálaður stigi, óskrifað blað, hugurinn tár.
læknir. Blöður þetta sé strákur. Guðmundur, hann sem og Friður. Þetta eitt fallegasta barn sem ég hef séð. Þú þarf gleruveri minn, hann svo rækja. Almáttu minn, hver tólið hans? Ha? Þú veist, þarna niðri. Hvað hefur gert við tólið hans? Þetta barn ekki með neitt tól. Hvað? Strákur með ekki tól? Sjá hvað hefur gert heimskingi. Þessi strákur ekki með neitt tól. Herra Ormar, þetta barn stelpa. Stelpa, falleg, yndisleg lítið stúlka. Get ég núna farað þarna lappa keppnina í... Keppnin búin, þú mistir af henni. Getur nokkuð skipta þessa strák? Þetta versti dagur lífs míns. Ó, mér líður ekki of vel þarna niðri og húðin mín alveg hrikalega sjá. Þessi sloppur líkist ekki fína kjólnum sem ég gæti verið ef ég væri að keppa í danskeppninni í kvöld. Ég ætti að dansa latinn, dansa við einn sætan Ítala en ekki í spítalafötum sem að eru með götum. Ó, þetta hræðilegt, illa gert. Fólkið að pilla. Skipta frá dreymtak. Hví koma slæmir hlutir oft fyrir gott mannfólk, heiðarlega borgara sem þig og mig. Við höfum ekki gert neitt rangt, samt gerist þetta endilangt. Þetta hroðaverk, skrimslalegt, loðið illa lyktandi, grenjandi og ærandi á mig. Kraftaverk, sérkvæmt lífið kraftaverk, fallegasta kraftaverk sem þú hefur séð. Ekkert tól krakkin með. Sérkvæmt líf öðru lífi ólíklegt. Líkurnar og tilvist eru allt og litla hér. Samt að eignast líf í sérkvæmt litla líf, sérkvæmt líf. Það kraftaverk, 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 ó, ó. Mamma mín segir sér kraftaverk, lífið var á mig og það sé svo kraftaverk. Alveg síðan klippara, náttúrulega stykki minn. Þetta sannar nú í hennar annar kraftaverk sem ég. Mamma mín segir sér kraftaverk, þessi allra kraftaverk sem er kraftaverk. Þú mátt dæma mig en lítu fyrst og sjálfur til þú finnir ekki kraftaverk sem kraftaverk sem kraftaverk sem ég. Mamma mín kallar mig sólskítugan orm, pappa finnst ég leiðinleg. Mamma mín segir sér pirrandi patta og börn sem ég, þau séu ólögleg. Pappi minn segir mér að halda kjafti, enginn nennir að hlusta á mig. Mamma segir að ég sé vitlaus eins og auli, pappi segir horfðu á sjónvarpið. Ó, þetta hræðilegt Ormar, við gleymdum að senda hann í skóla. Hvað meinar hann fer alltaf í skólan. Er það ekki strákur? Ég er stelpa og nei, ég hef aldrei farið í skóla. Hvaðan færð þá allar þessar bækur? Á bókasafninu. Síðan hvenær fórst bækur þar? Ó, þú ert svo mikil auli. Þetta er ekki mér að kenna. Ég þarf að sinna fyrirtækinu, ekki sjá krakkaskítinn. Hver er góður strákur? Já, ég veit ég er betur að hann sé þín sök, yðandi peningunum okkar í dansstjálfun og aðra eins vitleysu. Heldur að sé einhver töfralausn á þessu vandamáli? Ég er engin töframaður sko. Töframaður? Hver heldur að gera all heimilisverkin? Örbylgjumaturinn heita sig ekki sjálfur, ha? Hvað ætlar að gera Ormar? Við fáum sekt.
Sekt. Við fáum sekt út af þér. Nei, þetta er þér að kenna. Þú glemdir að senda mig í skóla. Og þú fer í skóla núna og þar myndu læra aga sem aldrei fyrr. Því skólastjórinn þar, hún Agatha Frenja, er ekkert lamb að leika sér við, skal ég segja þér. Hún er fyrrverandi heimsmeistari í sleggjukasti og þá myndi ekki ég að setja hana að sæla. Veistu hvað ég geri? Ég hringi hana og segi henni hvað mikil upprjóstaseggur og óþekk. Nei! Hún hlakar til að hitta þig. Þetta fyrir bara að eyðileggja líf okkar. Eitt ævintýr ær og kýr og tröllkonuna ljótu. Bóndason, móðir hans og faðir, þau sendu hann út að leita kúnni þeirra sem hljópað heiman. Kýrin var svo hetjan í þeirri sögu. Rómeó og Júlía, lögin hefðu þau betur átt að flýja. Með ást við fyrstu sýn og smá óheppni þau töpuðu þá sinni einkeppni. Af hverju gerðu þau ekki eitthvað annað? Skil ekki hvað þetta svo sem sannað. Finnst þetta ævintýri ekki vel hannað? Stundum er í lagi að gera það sem er bannað. Ef lífið þér líkar, þá veistu að það er alls ekki nauðsynlegt að umbera það. Þú ættir ekki bara að setja brosti að það breytist ei neitt. Þó að þú sért lítil, þú veistu að það er alls ekki nauðsynlegt að umbera það. Þú ættir ekki bara að setja brosti að þú gætir alveg einsett að þér finnist það rétt og það er rangt. Og ef það er rangt, þá gerir þú það rétt. Ljós hálflitur, extra sterkur, geymist þessum börn á ekki til. Ljós, glansandi hárolía fyrir karlmenn. Jeps. Þegar allt verður hljótt, heyrist hvellur nótt. Því örlítið fræ gefur stríði á fætur. Stormurinn hefst, tækifæri þá gefst. Því smávaxin mörg gefur kraft að mig sér sérku dag. Byrja klukkuna til mér í hag. Hoppa ég upp innum reykt, teirstu fastur í sögu og vill komast út. Þú mátt ekki sitja eða vera með sútt og því þú sjálf í deildu getur mann. Þú mátti láta lítið stoppa þig eins og að þú. Ef þú leyfir þeim að ráða hvernig ert þú, breytist ei neitt. Þó að þú sért lítil, þú veist að það er alls ekki nauðsynlegt að umbera það. Þú ættir ekki bara að setja brosti að þú gætir alveg einsett að þér finnist það rétt og það er rangt. Og ef það er rangt, þá gerir þú það rétt. Enginn breytir þessu í allt annað. Enginn nema ég get mig sjálfa sann. Stundum er í lagi að gera það sem er bannað. Sonur sæll, í viðskiptum er mikilvægt að hár manns sé sýnilegt og vel til haft. Því gott hár þýðir góður heili. Segðu til, leyndarmál velgengni minnar er Leyndarmál. nákvæmlega leyndarmál. Sko, leyndarmálið er þetta. Glansandi hárolía fyrir karlmenn. Fylgstu nú vel með. Svona, blanda vel og nutta fast. Svona. Og svo þurrka. Þurrki. Sko, það er ekki hægt að líta fram hjá þeim sem að líta svona út. Leyndarmál.
Hárið þitt, það er grænt. Klukkan er ekki á 9, þú ert strax byrjuð. Hárið á mér er grænt. Af hverju í ósköpunum ættir að velja grænt hár? Ég vil ekki grænt hár. Hvernig gat þetta gerst? Kannski hefur notað hálitin hennar mömmu í staðin fyrir sjampó. Það er akkurat það sem þú hefur gert, fávitiðinn. Ó nei, hvað get ég gert? Ég veit hvað þú gæti gert. Hvað? Segð mér. Þú gæti þóst vera álfur. Ég gæti þóst vera... Hættu sem það strákur, hárið á mér er grænt. Ég er stelpa. Mamma, viltu heyra sögu? Ekki vera ógeðsleg. Því fyrr svo ert lokuð inn í skóla allan daginn, því betra. Hypjaðu nú bara á þetta bókasafn eða hvað svo þú kalla og vertu þar. Matilda, svo gaman að sjá þig. Komin aftur á bókasafnið. Já, mamma vildi að ég væri heima. Pabbi líka. Henni þykir svo vænt mig. Þið hljóta voru svo... En ég held að þessi foreldrar fyrir bestu að hafa smá tíma út af fyrir sig. Þið hljóta voru svo stoltar að eiga dóttur eins og þig. Hún lítur að segja marga sögur sem segir mér. Ég vil ekki frekja svona sögur, þá vil ég fá hérna. Vertu sæl, Fjóla. Bless Ljóa, gangir með Tolstói. Eins og sagði Matilda, það voru alveg til henni sögu. Hver var þetta? Þetta var hún Jenny eða Ljúan svona köklið. Hún var í kennarðinn. Þessi konan verður Kennarðinn, já, ég ætla að segja mig sögu það. einu sinni Bíddu. Einu sinni voru tvær miklar sirkusstjörnur, töframaður sem gat losað sig úr hvaða prínsessu sem er og loftaleikadrottning sem var svo hæfileikarík að það var eins og gæti flogið í raun og veru, urðu ástfangin og giftust. Fólk kom allstað til þess að sjá þau sína listir sínar. Og fullt af fólki kom á sýningarnar. Kóngar, drottningar og jafnvel geimfarar og fleira frægt fólk kom til þess að sjá þau leika sýningarnar. En jafnvel þóttu elskuðu hvort annað og þau væru þræg og þó fólk dáði þau. Voru sorgmætt. Við eigum allt sem heimur getur hugsanlega gefið okkur, sagði konan. Við eigum ekki þess við þráum heitast á öllu. Við eigum ekki barn. Sýndu þolinmæði, ástin mín, sagði maðurinn. Ég vil tíminn stundum með okkur. En tíminn er það eina sem enginn fær stjórna og tímleið urðu þau eldri og eignist aldrei barn. Og Matilda, þetta er svo sorglegt. Og ég hætta. Ekki dirfast. Sorgin yfirtók líf þeirra og þau einbeitu sér sífellt meira af starfi sínu. Þessum vinnan var það eina sem frelsaði þau frá þeim óendanlega hamleik sem líf þeirra var. Þess vegna ákváðu þau að sýna hættulegasta atriði sem nokkurn tímann hafði verið sýnt. Það er kallað, sagði maðurinn þegar heimspressan kom. Hin brennandi kona stígur gegnum loftið með dínamít í hárinu, yfir hákarla og beittan hluti, gripinu manninn sem er læstur í búrinu. Og þetta er hættulegasta atriði sem nokkurn tímann hefur verið sýnt.
eru ullu okkar og sagði konan þegar hún brosti og smeygði hönd sinni í lófa mannsins. Hingað hefur einmanaleikinn leitt okkur. Og hvað svo? Ég veit ekki, en ég sé þér á morgun. Núna verð ég að fara. Já, móðin býður sjálfsagt eftir. Bye! Þið haldið kannski alveg að þið komist inn sem bjefaði prinsessu englar þó að það sé alls ekki déskotans partí. Og ef þið jafnvel ekkert gefið eftir því á ég þetta get þá mun það breytast á endanum í hávaða og fred. Í þeim fangaklefa ég hélt ég myndi hitta káta krakka. Ég heyri skell, þetta líf nú að skemmast. Veit ég að það myndi enda, vil ekki koma hingað oftar því ég orðin spérhætt út allt. Þó sé erfitt hér, þá mun það bara versna, já og versna því að stéttaskipting sem þú verður ekki undir ef þú hlýðir mér. Hvað hægt við því að búast og texta hverju svo þú getur lesið uslan bæði og í því þá myndi að lokum storma upp þurrkast heyrðirðu ekki hvað við sögðum? Því að hún hatar börn. Hver hatar börn? Skólastjórinn, Agatha Frenja. Hver þú? Ég Hortensia. Sjáðu þetta. Frenni gerði þetta því ég var með nammi í tíma. Ég kann stafrófið. Þú kannt ekki stafrófið. Fyrir við kennum þig stafrófið. Þú heldur kannski alveg að þið komist inn sem bjefaði prinsessu englar þó að það sé alls ekki déskotans partí. Og ef þið jafnvel ekkert gefið eftir segi já ég þetta get vil það breytast á endanum í hávaða og fred. Í þeim fangaklefa ég hélt ég myndi hitta káta krakka. Ég heyri skell, þetta líf nú að skemmast. Vildi að það myndi enda, vil ekki koma hingað oftar því ég orðin spérhætt út allt. Þó sé erfitt, þá mun það bara versna, já og versna því að stéttaskipting sem þú verður ekki undir ef þú hlýðir mér. Hvað hægt við því að búast og texta hverju svo þú getur lesið uslan bæði og í því þá myndi að lokum þarna upp þurrkast heyrðirðu ekki hvað við sögðum? Því að hún hatar börn. Því að hún hatar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, X, Y, Z, Því að hún hatar börn. Góðan daginn, kæru börn. Í dag ætlum við að taka smá upprifjun. Hver kann 2 sinnum töfluna? Jæja, þá gerum við þetta bara saman.
Hvað er 2 sinnum 4? 8. En 2 sinnum 8? 16. En hvað með 2 sinnum 9? 18. Þeir eru ótrúleg. Bráðum þá getið þið reiknað hvaða margföldunardæmi sem er. Hvort að það sé 2 og 7 14. eða 13 sinnum 379. 927. Er það rétt, fröken? Við skulum reikna það. Það er rétt. Glætan! Jæja, ég held að við geymum stærðfræðina í smá og snúum okkur að lestri. Er einhver sem getur sagt mér hvert fyrsta orðið á töflunni er? Nína. Stopp! Við skulum nú ekki ofreyna okkur. Lovísa. Er fyrsta orði kannski? Er það kannski tómatur? Nei, en tómatur er samt mjög gott orð. Jæja, Matthilda. Ég get nú lesið orð. Það er rétt. Hefurðu kannski lesið heila bók? Já, ég elska bækur. Ó, hvaða bækur hefurðu lesið? Nokkrar í þessar viku. Nokkrar? Á einni viku? Jæja, hvaða bækur lastu? Glæpur og refsing, Hringdrottins saga, Jane Eyre, Mýs og menn, Moby Dick, Oliver Twist, Sjálfstætt fólk og Kötturinn með höttinn. Bankaðu nú, Jenny, bankaðu nú, vertu ekki asni. Bankaðu nú, Jenny, allt er í lagi, vertu ekki asni. Hér eru dyr, þú hefur séð þær fyrr, dreftu á dyr. Sjáðu reyna að sleppa þessu, fyrir utan skrifstofu skólastjóra. Eins og lítið barn, svo asnaleg. Sjáðu stand og hika, hendur titra, þetta er vandræðilegt. Þú ert ekkert barn, svo asnaleg. Bankaðu nú, Jenny, hvers bíður þú? Bankaðu nú. Kannski býði yfir og fundi, ég vil ekki trufla það, verða til vandra. Hún er upptekin við eitthvað mikilvægt, ég ætti ekki að trufla það, ónáða hana. Það er ekkert snuð, ég kem bara seinna þá. En þetta börn, það er kraftaverk. Bankaðu nú, Jenny, bankaðu nú, vertu ekki asni. Jæja, komdu inn. Statt ekki þannig svo bleið tuska. Sæl, Agatha. Mér langaði aðeins að ræða við þig varðandi eina stúlku í bekknum mínum, Matthilda Ormarsdóttir. Dóttir Ormars. Fínn náungi. Sem nefnilega hún var alveg hrikaleg og hana þurfti nú heldur betur að aga. Því trúin ekki upp á hana. Ljúfa. Hvert er slagur skólans? Bambínótrum est magítum. Rétt! Bambínótrum est magítum. Börn eru maðkar. Það setti einhver fílubombu í sæti mitt og það var áreiðanlega hún. Takk fyrir að láta mig vita.
En Agatha, Matthilda er snillingur. Varstu ekki að hlusta? Ég var að segja að hún var í glæpon. En hún kann margföldunartöfluna. Svo hún kann að beita á nokkrum brögðum. Hún kann að lesa. Líka ég. Ég held að hún ætti að hækka bekk. Hækkum bekk? Hún var að koma, þú vilt strax hún hækkum bekk. Hvað með reglurnar, Ljúfa? Ég held að Matthilda sé undantekning á reglunum. Undantekning? Í mínum skóla? Sjáðu þá gripi, sjá, hvað þið glitri og gljá, sjá þá skína með glans. Hvað heldur þú að ég hafi gert til að slá sleggjum með þið? 62, heldur þú heimska fló, að þegar að því svo kom, að ég vanvirti þá allar reglur og lög. Nei, ósvei, ég stegi inn í hringi, sneri ég þá við? Hvað? Ég nuttaði ég hendur, veifaði ég þá? Alls ekki. Ég byrjaði að snúast eitt í pallana á, lét mig dreyma eitthvað í stund eða þrjár. Heldur þú ég hafi fundið upp á 9? Heldur þú ég hafi talið upp á 10? Þegar sleggjan tókst á loft, slapp ég henni frá, þetta kast hæfði allt. Endum og eins, bara já, bara sjá, gott að sjá ég hefði breytt, einhver verið breytt, eða verið breytt, en ég finn þegar sleggjan fór mér frá og sveif áhorfendur á. Misti ég tök? Nei, 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 nei. Langir þig að kasta sleggju fyrir land þitt. Í hringnum skaltu ávallt standa, alveg kyrr. Langir þig að vera með, þarft ekki sjálfsvíst eða jafnar að ger. Þú fótunum skalt halda, hringnum í. Syngi börn, koma. Langir þig að kasta sleggju fyrir Lampi nokkrum erst magítum. Í hringnum skaltu ávallt standa, alveg kyrr. Langir þig að vera með, þarft ekki að gera það. Þú skipar mörkum strax að ganga frá. Syngdu, Jenny. Langir þig að kasta sleggju fyrir land þitt. Í hringnum skalt þú ávallt standa, alveg kyrr. Söngjum magítum, magítum, söngjum rast, Reglu bara eina þar, við sleggjum kast og líf og starf. Líf bolti lærða kasta, breyttu einhver punktur pasta. Í hringnum skaltu ávallt standa kyrr. Nú út með þig. Ég mun gera hvað sem ég get til að hjálpa henni, hvort sem þið líkar það betur eða verr. Mamma, viltu heyra frá fyrsta skóladeginu mínum? Oj, frekar vildi ég borða grænmeti. Ég er snillingur. Sko, rússarnir komu inn og vildu fá að sjá lúxusbílana mína. Lúxusbíla? Átt þú lúxusbíla? Ég á 2 strákur. Jæja, einn er klæðstur að framan og hinn er klæðstur að aftan. Það eina sem ég þarf að gera er að saga við sundur og lóða það aftur saman. Og katsing! En er það ekki ólöglegt? Og já, kannski rangt? Hvað með þetta? Frúriðina, hvernig ósköpunum geta víbur orðið reyn? Þessi bók er ekki nein vímber! Nei, stopp! Þetta er bók! Syngdu
gera þetta. Eigum við líf? Við lífið sér líkast þá veistu að það er ekki nauðsynlegt að umbera það. Þú ættir ekki bara sín frá því að það breytist í neitt. Þá að þú sé lítil, þú veist, getum allt þú mátti láta lítið stoppa þig eins og að þú leyfir þeim að ráða hvernig ert þú. Gætir alveg eins sagt að þér finnist það rétt og það er rangt. Matilda, má ég spyrja henni, er ekki allir heilarnir í hausnum alltaf að gera hausverk? Ég meina, það hlýtur að vera vont, það er allt kramið að inni. Færði ekki... Heldur þú getur hreyft hluti með augunum, svona. Takk fyrir. Yes! Fucking great. Nei, ég held að passi bara. En við ættum samt að leika saman ef við skildum bara kreista út. Þá þurfti hjálp. Ég er Lovísa og ég held að við ættum að vera bestu vinkonur. Hún ætlar að setja mig í kæfiklefann. Hún heldur það var ég sem setti teikniból í sætið hennar, en það var ekki ég. Það er ekki sanngjarnt, alls ekki sanngjarnt. Ef Frennisíus sé sekur, þá ertu dauðans matur. Hún tekur alla óþekktarormana og kastar þeim út gluggann eins og sleggju. Ekki óttast, þau eru bara að reyna að hræða okkur. Það heldur þú. Það er skápur inn á skrifstofuna hennar sem hún hendir óþekkum krökkum í. Hann er búinn til úr spýtum, gaddavír og glerbrotum. Hér er staður sem þú ferð á ef þú óþekkur ert. Úr gaddavír og spýtum gert. Þú getur hvergi sest. Jafnvel þó það væri hægt. Nagla botnin fylla svo þú fengir það eitthvað. Fýlan þar og þegar dyrnar lokast. Þó þú sérð ekki neitt, ekki handana skil. Þegar öskar þú veist ein hvort það heyrðist út eða hvort það náði út munn sinn stúm. Hvenær gerðist þetta? Fyrir 20 mínútum eða svo af hverju. Áfram, fældu þið, leggstu þarna. Allir, setjið jakkana ofan á hana. Matilda! Matilda! Stopp! Matilda! Hvar finn ég maðkinn sem kallast Nína? Hún er þarna, undir öllum jökkunum. Þar hefum við verið síðast á klukkutíman. Klukkutíma? Já, hún þjáist nefnilega af sjúkdóminum narkolepsi eða svefnsýki þar sem hún getur sofnað hvað sem er. Við settum hana þangað til þess að gæta öryggi hennar. Er það ekki? Er það ekki? Narkolepsi! Svo þegar hún vaknar heldur hún örugglega að hún sé heima hjá sér. Er tími til að fara í skóla? Hvað er að gera hér? Þetta er ekki herbergið mitt. Ó, hæ, fröken Frenja.
Jólanda Þórðardóttir. Já, fröken Brynja. Hvað sagði ég að hafa fléttur? Mamma mín segir ég sé sæt með þær. Segir mamma þín það? Ég held að það þarf að fara aftur í skóla. Að því mamma þín er vitlaus! Hvar er hún? Bara mig og þú sést það strax. Alveg síðan klift gamla strengið mér. Er það sann að þú er hérna að þú tilskilur? Amma mín segir sig kraftaverk sem allra. Hver er þú? Matthilda Ormarsdóttir. Þú ert dóttir Ormars. Þú hefur gert stór mistök, væna. Þetta var geggjað! Hún er sko besta vinkona mín! Komdu inn að þú endilega þarft. Þetta er bara dansfélagi minn, Rodolfo. Ciao Bella. Parli italiano. Ciao Rodolfo, come stai? Hver er þetta? Hún er að trufla flæðið mitt. Sæl, ég er Ljúfa. Ég er kennarinn hennar Matthildu. Og hvað viltu mér lúða? Ljúfa. Sjáðu til, Matthilda er í yngsta bekknum og börnin þar eiga í raun að vera ekki að kunna lesa. Láttu nú að hætta því. Trúðu mér, ég hef reynt það. Nei, ég hef ekki við það þannig. Ég er ekki hrifin af því að stelpur lesi bækur og þykjast vera klárar. Sjáðu bara muninn á okkur. Ég valdi útlitið og þú bækur. En Matthilda er snillingur. Hún getur reiknað háar tölur í huganum. Reiknaði þetta! Hugurinn hennar er það einstakur að hún gæti komist í háskóla. Hugurinn, þú veist ekki neitt. Er það? Fyrir löngu síðan þá þú gerðir einhver mistök. Þér finnst það ekki þér að kenna. Sjáðu til. Þú heldur að fólkið vilji hitta fólk sem er gáfað. Það krúttlegt er og sætt en alveg rangt. Fólki finnst þeir gáfuð alltaf vera, sýna hvað þið vita en ekki við. En ég hef ráð, allt sem að þú veist, skiptir engu ef röddin þín er ekki reist. Innihald skiptir engu máli svo þú skalt því hafa. Þú þarft að láta þig sjást að sem þið mann á.
afla, meira smæl, minni heila, meira hál. Það skiptir sko engu máli að vera klár. Enginn segir þig hvenær rassinn skal hrista, en þú mátt það samt ekki fel og missa. Enginn sé nema þú standir út, enginn heyrir nema öskrið út. Öllum saman það sama svo lítaðu þá hárið á þér og sýna allt sem þú átt. Jafnvel þó það sem þú átt sé svo skalt hafa hátt. Þú þarft að láta þig sjást það sem þig má ná. Minna af, meira swing. Minna af, meira swing. Minna mömmu fötunum, meira af, bám, 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 bám. Ég sætt, ekki þú. Enginn segir þér hvenær rassinn skal hrista, En þú mátt það samt ekki fel og missa. enginn sé nema þú standir út. Enginn heyrir nema öskrið út. Öllum saman það sama Svo lítaðu þá hárið á þér. því minna sem það hjá stakkari hjá þér en segir lítið þá hækkar í þér verð svo leikur verður ekki smeykur. Stakningin smá, breyttin í vál. Stattu og hafðu hátt. Þú þarft að láta þig sjást það sem þig má ná. Minna af, meira af, minna af, meira af. Það sem þig má ná. Þú skalt hafa hátt. Það sem þig má ná. Hátt, 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 hátt. Þú skalt hafa hátt. Stattu nú upp, Jenny, vertu ekki asni, Jenny. Þú skalt labba inn og segja þeim hvað þér finnst. Slepptu þá, Jenny, því meir sem þú reynir, líturðu út eins og fíll. Þetta er ekkert þitt, þú getur ekkert gert. Hunskastu aftur á skólabekk. En þetta barn, það kraftaverk, en hún ekki veit hve einstök hún og hvernig kennari væri ég ef ég lifði hennar aðeins til missa sig en hún sé að það sem hún þarf einhver sem stendur henni með. En í staðinn fann hún mig, asnalegu mig, og gararnir lokast, en úti ég Loks rann stóri dagurinn upp! Það var eins og allur heimurinn hafði komið til þess að sjá sýninguna. Hin brennandi kona stígur gegnum loftið með dínamít í hárinu, yfir hákarla og beita hluti, gripinn af manninn sem læstur í búri.
flækjukasti sem elskaði ekkert meira en að hræða börn bæjarins. Fólk vissi að með sinni dökka hjarta þoldi hún ekki systur sína og velgengni hennar. Skyndilega steig töframaðurinn fram með skikkjuvaða um hálsinn og stóran pípuhatt á höfðinu, en hvergi sást loftflögudrottningin með hvíta trénu sín. Fljótlega þagnaði tónlistin og gróandi þögn fyllti salinn töframaðurinn steig inn í miðju hringsins og kallaði: Dömur mínar og herrar, strákar og stelpur og allir aðrir gestir, hin brennandi kona svífur gegnum loftið með dínamít í hárinu, yfir hákarla og beitta hluti, gripur að manninum sem læstur í búrinu, hefur verið aflýst. Nei! Algjör þögn ríkti. Aflýst vegna þess að konan mín ólétt. Algjör þögn ríkti, það mætti vera flugur ropa, en skyndilega steigu Andri upp úr sætunum, full þakklætis og ánægju fyrir hönd hjónanna. Atriðið var gleymt og grafið og fagnaðarlætin enduðust í rúmlega klukkutíma. Gleymt af öllum nema systur loftflögudrottningar. Þegar lætin höfðu minnkað, steig hún fram og rétti fram samning. Samning? Samningur sem segir að þið skuluð sýna atriðið og atriðið skuluð þið sýna. Ég borga fyrir sýningarhald, veitingar, kynningu, klósettaðstöðu. Ef ég skila öllu aftur, hvert fer þá gróðurinn? Samningur er samningur er samningur. Hendur mínar eru fundnar, hin brennandi kona svífur gegnum loftið með dínamít í hárinu, yfir hákarla og beitta hluti, gripur að manninn sem læstur í búrinu. Verður sýnt og sýnt í dag eða þið farið í fangelsi bæði tvö. Nei! Hvað svo? Ég segi þér á morgun. Taugunum meina get ég beðið þangað til á morgun. Kannski ætti ég að hætta að segja þér sögur. Nei, ég ekki lefði því að sagan er sorgmætt, heldurðu elska barnið sitt svo heitt. Hann lítur að dásalegt að vera svona elskaður. Einmitt, dásalegt. Bless, Fjóla. Hvað segirðu að ég gefi þér sérverkefni sem þú getur unnið á meðan ég kenni hinum krökkunum? Og svo, ef þú hefur einhverja spurningar fyrir mig, þá skal ég gera mitt besta til að svara þeim. Wow, þetta er stór knús. Passa að knús ekki allt lofti úr mér. Mathilda Ormarsdóttir! Já, fröken. Svo þú játar? Játa hvað? Það varst þú sem laumaðist inn á kaffistofuna og sást sérbökuðu kökuna mína sem bara ætti mér og ástana. Nei, fröken, það var ekki ég. Víst, kokkurinn sá til þín. Ok, sjá til. Ég stal kökunni og í alvörunni, örugglega var ég kannski að hugsa að segja frá. En málið var, ég átti smá vandræði með magann á mér. Sjáu til. Kakan hennar Frenju var svo góð að ég borða hana svo hratt að hún byrja að streitast á móti. Úps, þarna sjáu þið. Ég sé ekki, gerði það ekki. Þú ert óvinur, lygamörður og maðkur.
Þess vegna ert þú... Þetta var það háværasta róp sem ég hafði framleitt og það háværasta sem ég hafði heyrt og það háværasta sem ég hafði heyrt Það var eins og heiminn hafði fagnað til þess að þetta róp ætti sér stað. Súkkulaði fulla loftið fór fram hjá Lovísu, fram hjá Tinnu og fram hjá Matthildu og þá loks náði súkkulaði ilmandi rópin alla leiðina beint í andlitið á Frænju! Már, Já, fröken. kattu. Þið líka kaka mín, það ekki? Jú, fröken, og ég byrst innilega afsökunar. Nei. Ég meina, svo lengi sem þið líka hún, þá er hann nóg fyrir mig. Er það? Já, það er það. Já, ég líka hún. En yndislegt, það gleður mitt litla hjarta. Í rauninni er réttara sagt, ég hef aldrei verið glaðari. Og kokkur, Hæ? hvað segirðu? Ertu búin að missa matalistina? Já, ég er sattur. Nei, þú ert ekki saddur. Ég segi þér hvenær þú ert saddur og ég segi að lifa makkar eins og þú séu ekki saddir fyrir þeir hafa getið alla kökuna. Ekkert enn, það er ekki tíma fyrir enn. Hann verður veikur. Hann hefði þetta hugst í þar og gerir samning við Satan og ákveða að éta kökuna mína. Ég get ekki borðað alla. Jettu. Jettu. Ekki hægt! Jettu. Springa mun! Jettu! Steina stein, já eða tvær mál. Væri gott, jafnvel þú mál. Brun á, það þér að sjá. Stærðinni og kökunni og þér. Ekki hægt, víst alls ekki hægt. Ef við stefnum það er flott mál. Hann springa mun, hann er liðugur. Hann blása mun, stoppir hann. Hann er sterkur, sjáið hann nú. Geta í hart, kannski sést. Það er staðfest, það sem grunar. Þú ert með orðmál, kannski maginn. Ekki eins í laginn. Og miklu meira pláss en grunar má. Ekki hægt, víst alls ekki hægt. Ef við stefnum það er flott mál. Mál! Það verður aldrei að því þá. Ég veit að upp á hátt, það er hátt mál. Með hverju bita verður meira sár. Ég teljum það ekki mögulegt að jafna alls annars stað. Ég get klárað en hann verður sár. Hjartað fyllt og maginn, hann er ekki smá. Ekki stór mál. Leystu veltið og losa buxurnar. Áfram nú mál. Næstu nú er mál. Það er ekki hátt, það er ekki hægt, það er nú mál. Þá vinnur hún mál. Áfram mál, ertu hetja. Fyrstu þig allan að súkkulaði. Áfram mál. Þú getur þetta. Þögn. Mál! Verður aldrei að því þá. Veita upp á hátt, það er hátt mál. Fyrir hverju bita verður meira sár. Ég teljum það ekki mögulegt að jafna alls annars stað. Ég get klárað en hann verður sár. Áfram Mási! Afsakið Frænja, ég misti mig smá. Allt er lagi, ljúfa. Við höfum öll til að gleyma okkur aðeins. Líka ég.
Ertu ekki að koma? Hvað? Ó, gleymdi ég að segja þér það. Þetta er aðeins fyrir hlutin. Seinni hlutin er kæfiklefinn. En hann er ofur. Nei, hann borðaði alla kökuna. Þú getur ekki bara breytt reglunum. Vertu kyrr. Sagðirðu? Nei! Ég sé þig seinna og alla hina bakkana. En fyrst sé ég þig. Það er rangt. Og ég vildi bara segja ykkur að bráðum kemur atriði sem er bara mig. Ég blíf á. En það er eiginlega bara mig. En ég ætla ekki að segja ykkur hvað það er því ég ætla ekki að skemma fyrir ykkur, þannig, já. Ok. Það sem gerist er að Frenja biður mig að sækja vatn fyrir hana. Og á leiðin tilbaka þá... Nei, ég má þetta ekki. Ok, sko, ég get ekki. Það sem gerist er að ég finn ljóta litla slínu og bara auðvitað eðlu og ég set hana... Þetta er allt of mikið. Ok, ég ætla alveg með glasi að Frenja það er geggjað! Þá mun ég ná í hæstu greinarnar á trjánum sem ég fæ að klifra í þegar ég verð orðin stór. Og ég verð stór, þá ég klár og svörin veit við öllum spurningunum sem ég þarf að svara áður en ég verð stór. Ég verð stór, ég mun borða nammi alla daga og svo mun ég fara seint að sofa sérhvert kvöld. Vakna ég samt þegar sólin skín og ég mun horfa á sjónvarpið sérhver stjörf sem mér því ég verð orðin stór. Ég verð stór.
ég verð stór. Þá verð ég hugrekk svo ég hræðist ekki skrímslin sem að leynast undir rúminu því ég er orðin stór. Ég verð stór. Lífið þér líka, þá veistu að það er alls ekki nauðsynlegt að umbera það. Þú ættir ekki bara sitt brást í að það breytist einneitt. Ég verð Þó að einhver hafi skrifað sögu mína, þá þarf ég ekki að kalla þessa sögu þína. Ef ég held að endinn sé full frágengin, gæti ég alveg eins sagt að mér finnist það rétt og það er rangt. Matilda, svo komin að sjá þig. Hvernig gengur í skólanum? Er ekki gaman í skólanum líka? Jú, mest af því allavega. Fjóla, hvar er hefndardeildin? Hefndardeildin? Við erum ekki með hennar hefndardeild. Því spyrðu, er barn í skólanum sem er frekja yfirgang? Ekki beinleiðis barn. Matilda, ertu sem að sé ekki? Viltu heyra næsta hluta af sögunni? Sögu, sagði sögu. Matilda, eftir hverju býðum við? Vafði loftleikdrottningin treflin sínum utan háls eiginmannsins. Gangi þér vel, ástin mín, sagði hún og kyssti hann. Brostu, við höfum gert þetta 1000 sinnum. En skyndilega faðmaði hann hans eins þétt og hún gat að sér. Svo þétt að hann hélt að hún myndi faðmast loftið úr honum. Þau undirbjuggu sig fyrir hættulegasta atriði sem nokkurn tímann hafði verið sýnt. Töframaðurinn þurfti að komast út af búrinu, grípa konuna sína með annarri hendinni, slökkvitækið með hinni, slökkva allan eldinn undir 12 sekúndum og hann eldurinn næði dínamítinu og sprengdi konuna í loftið! Fyrirgefðu, haltu áfram. Húrra, þú sagði hann þetta vel. Nei. Nei? Nei. Kannski var það til sem barnið, kannski var það taugarnar. En töframaður notaði ómikla froðu og hún féll. Nei, var lagið með hana? Hún braut hvert einasta bein í líkamanum, nema þau sem hefði haldið í lófum mannsins þegar hún féll. Hún lifði nógu lengi til þess að fæða barnið.
Það reyndi of mikið á. Elskaðu litlu stúlkur okkar því að hún okkur allt. Sagði hún og kvaddi hennan heim. Síðan versnaði allt. Vesna, það getur ekki að vesna. Fyrst töframaður var svo blíður. Kenndi hann systur loflegudrottnunar aldrei slysið. Í raun og veru bauðar henni að flytja inn til sín og hjálpa honum að sjá dóttur sína. Hún var hrikaleg og ógeðsleg við litlu stúlkuna. Hún lét hana þrífa, strauja og elda matinn og hún gerði eitthvað rangt. Var hún barinn en samt alltaf bara í launum henni litla stúlkan ólst upp með bestu, grimmustu og rækilegustu frænku sem þið getið ímyndað ykkur. Hringjum á lögregluna! Frú Fjóla, þetta er bara saga. Ó já, þú ert svo klár. Þannig svo sért að vinna í lottóinu. Já, eins og vinna í lottóinu, en núna verð ég að fara. Ég er snillingur. Sko, rússarnir hefðu hætt við ef þau hefðu séð hvað bílarnir voru mikið keyrðir. Mér datt á þetta í hug. Leyndarmál. Einmitt, leyndarmál. Sko, ég tengdi bor við vélina og skróaði í öfuga átt. Svo kílómetrafjöldinn fór alveg niður í 0. Eða, til að gera stutta sögu langa, við erum rík, kona. Óhó, nú ég efnar að Dolfo allan daginn. En þú laugst og sveikst fólk sem að trúði þér og treysti. Hvað gerðu við eiginlega til þess að eiga skilið barn eins og þig? Veistu, á morgun fer ég át á bókasafni og segi konunni þar að hleypa ekki inn eða hún verður rekin. Nei! Á kvöldin grét dóttir töframannsins sig í svefn, alein inn í herbergi. Töframaðurinn vissi aldrei neitt. Hún sagði hann það heldur ekki því hún vildi ekki bæta á sorg föður síns. En það hvætti frænkana bara til verri illverka og einn daginn sprakk hún af reiði. Þú ert ógeðslegt, gaslaust og skítur lítið gerpi, sagði hún og hendi henni í dimman og myrkvuðan kjallarann, fór út og læsti dyrunum. En þennan dag kom töframann snemma heim úr vinnunni og hann heyrði ómgrátur dóttur sinnar. Braut hann upp hurðina! Grát ei mig, ég er hér, dóttir kær, elsku barn. Grát ei mig, brostu nú, þerraðu þín tár, elsku barn, fyrirgefðu, ég vildi þig ekki særa. Grát ei, elsku barn, ekkert þig meiðir, óttinn hverfur frá þér. Ég er hér.
Hef ég verið svo heltekin af sorg yfir láti eiginkonu minnar að ég gleymdi því sem skipti okkur mestu máli. Ég elska þig svo mikið, elsku dóttir mín. Ég mun eyða restina af lífi mínu til að bæta þetta. Við verðum saman að eilífu. Grátei, pabbi. Ég er í lagi, pabbi. Grátei meir. Hér lá mér strjúka burtu tár. Fyrirgefðu mér, pabbi. Ég vildi þig ekki særa. Ég vildi þig ekki særa. Grátei, dóttir kær, í lagi. ekkert Er mér við hlið, ég óttast þig meir. ég Þú ert hér. Þegar litla stelpan var sofnuð fór töframærin að hugsa systur Loftleiðdrottningunnar og reiðin blossaði djúpt inn í hjarta hans. Þessi djöfull, þetta illmenni, þetta skrimsli, hún hefur eyðilagt minninguna eiginkonu mína. Hún braut traust sinnar eigin systur. Hún var hrikaleg það sem okkur hjónum var kærast. Að kvelja börn er leikur hennar. Nú skulum sjá hvernig hún tekur því er fullvaxinn maður mætir henni í návígi. En þetta var í síðasta sinn sem litla stúlkan sá föður sinn, því hann kom ekki heim, aldrei aftur. Matilda, hér eru bækurnar sem ég ætla að koma með fyrir þig. Hvað þykist þú að gera? Lána Matildi bækur? Ó, nei, það gerur ekki. Sjáðu til, Ljúfa. Það er sérstakur aldur sem kennir börnum að lesa og þessum börn eru körtur. Þessi börn hér eru körtur. Það er ekki rétt, Már. Já, fröken Franja. Já, hann Máslitt er honum góð karta. Er það ekki, Már? Jú, fröken Franja. Já. Ég hef komist að því að þú veist ekkert hvað þú ert að gera þegar kemur að kenna þessum börnum. Fyrst þarf að brjóta þau alveg niður og þá er loksins hægt að kenna þeim. Þögn, maðkar. Það var enginn að tala. Ljúfa, gerðu þér grein fyrir því að þegar ég segi maðkar á það augljóslega við þig. Jæja, hver að ykkur möðkum vill sækja vatn fyrir mig? Veldu mig. En Frenja, ég er ekki viss um að það sé rétta aðferðin hjá þér. Börn þurfa ást og umhyggju, kærleik, stuðning og umfram allt hvatningu. Eins og ég sagði, ekkert vill á kennslu. Sjáu, ég er með öðru. Þögn. Ljúfa, þú ert svo ljúf og asnaleg og svolítið skrítin og jafnvel heimsk. Ég veit ekkert hvað ég á að... Það er eðla í glasinu! Þú? Nei, gerðu það fyrir ekki, það var ekki ég! Það var ekki ég! Nei, nú að þú segja eyrið þín. Nei, fyrir ekki, það var ekki ég! Þú slítur það af. Bullavitleysa. Eyrun í mökkum heyjast rosalega, en þú dett ekki af. Slepptu! Þú feita! Játa! Skass! Hvernig dirfistu í mínum eigin skóla? Ég mun ná þér, ég mun ná okkur öllum.
traðka þig, ég mun berja þig og ég mun kýla þig. Ég mun gera hvað sem og það allt þér að kenna, litli markmiðið. Hefur þú kannski hugsað því ég hef það hvernig ég segi rautt? Til dæmis mun ég aldrei vita hvort þú sjá rautt fyrir þér eins og ég sé þá rautt ég heyri sagt rautt. Og ef myndum fæst næstum því á ljósraða, við tökum með ljóskost að ljós myndi hverfa í burt frá oss. Ljósraða á sem rétt á sinn hátt en ég segi það samt ekki viss en ég hugsa þá innra með mér. Sé kannski frá vinum mínum, þessu sög sem að koma til mín og byrð tilbúnu sög sem til mín berast og þegar öskra þau vilja öskra lætin í höfðu mér allt og mikil. Ég vildi að stoppa með pappa og mömmu og sjónvarpið og sögurnar stoppuðu smá gleið en nú skilur það ekki get læti bregðast í reiði og reiðin ljós bruni í hjarta mér hætti samt smátt samt ekki í nátt sem hiti og öskrin hjarta mér slær hratt augun mín brenna og fljótlega verður alltaf veður á. Afsakanir af fólki og þú sá sérstaklega. Það treystu mér, það ekkert sem ég mun ekki gera, ekkert sem það er aðalinn Harjónu mínu. Sjáðu, ég hreyfði það með augunum. Er ég skrítin? Komdu með mér. Hvað heldur eiginlega sé að mér? Heldurðu kannski að heilinn sé fann að kreistast út augun? Það er aflýst í lagi. Matilda, þú ert einstök. Aldrei gleyma því. Er ég einstök? Já, segja mamma þín og pabbi það aldrei við þig? Jú, þau segja sér falleg og Nei, núna er ég að skrökva. Þeir eru víst ekki eins og venjulegir foreldrar. Já, ég skil. Jæja, núna erum við allavega komnar. Þá kennar ekki vel borgað. Ætli það. Ég hef það reyndar verra en flestir. Hví spyrðu? Þú ert heima í skúr. Já, en það var ekki alltaf þannig.
Matthilda, á ég að segja smá sögu? Einu sinni þá átti ég heima í stóru húsi með föður mínu Magnúsi og frænku minni. En frænka mín, hún var vond kona. Hún barði mig og lét mig þræla og púla. Ég fekk ekkert nema útrunnin dósamat að borða. Og síðan, þegar ég varð eldri, þá lét hún mig skrifast undir samning. Og í samningnum stóð að ég skyldi borga henni allt tilbaka. Hverja einustu baunadós. Síðast sagðist hún eiga húsið og að ég skyldi flytja burt. Hvað með pappa þinn? Ég sagði hann aldrei frá þessu, að hann vissi aldrei af þessu. En reyndar einn daginn komst hann að þessu, en hann kom aldrei aftur heim. En ég trúi samt ekki það sem frænka mín sagði við mig, að hann hefði gefið henni húsið og að hann hefði drepið sig. Heldurðu kannski að hún hafi drepið hann? Nei, ég vil ekki trúa því. En veistu, Matthilda, þetta hús, það er alls ekki svo slæmt. Þetta þakveitir skjól fyrir regni, þessi hullokar kuldan úti við. Þetta gólf gefur stöðuleik og ið. Á þessum stól get ég skrifað sögur, á þessum kodda læt ég drauma bera mig burt. Og þetta borð, eins og þú sérð, er fyrir kvöldverð. Þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Og þó það sé smátt, þá er það samt nóg. Á þessum veggjum hanga fallegar myndir, gegnum gluggann sé ég ástíðanna þok. Og þetta ljós get ég lesið, og þá finn ég frelsið. Þegar úti er kalt, ei óttast neitt, jafnvel þó að geistormur fengi skjól við hlýjar óðaeldi. Og ég vil bara alltaf vera hér. Ókúr föði, og allt sem þú áttir. Þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Þetta er mitt hús, þetta er mitt hús. Og þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Því þetta er mitt hús, þetta er mitt hús. Þó það sé smátt, þá er það samt nóg. Þegar úti er kalt, ei óttast hér, jafnvel þó að geistormur fengi skjól við hlýjar óðaeldi. Þó að geisi norðanvindur, alveg sama er mér, því allt það sem ég þarfnast er hér. Þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Þó það sé smátt, þá er það samt alveg nóg. Ljúfa, er þetta trefil föður þíns?
Já, móðir mín gaf honum hann áður en hún dó. Sjáðu til, hún var... Loftlegudrottning! Já, og faðir minn var Töframaður! Matilda, hvernig veistu allt þetta? Þetta voru foreldrar þínir, svo ég bjó þessu sögu ekki til! Hvað sögðu? Ég sé lífið, komdu, sem frá! Það er ekki hægt. En hún drap hann! Það er engin sönnun, það myndi ekki trúa mér. En hver er hún? Samningur er samningur er samningur! Brynja! Í dag farið þið í mjög erfitt stafsetningarpróf og ef þið staðist það ekki, þá farið þið beinustu leið í kæfiklefann. Nína, stafaðu fyrir mig eðla. E-L-A. Eðla. Hæ? Við lærðum að stafa eðla í gær. Ok. Amanda, stafaðu fyrir mig uppreist. U-P-P-R-E-I-S-N. Uppreist. Hún svindlar! Hún svindlar ekkert. Víst? Nei, ég hef kennt þeim að stafa. Víst þú hefur kennt þeim að stafa. Lovísa, stafaðu fyrir mig Amkella Kamanín Septikanistimósis. Það er ekki orð. Stafaðu það ef þú ferð í kæfiklefan. M-N-I. Það er Ursulon í kæfiklefan. H-E-R. Þú verður að setja mig líka í kæfiklefan. Víst þú endilega vilt það? M-A-G. Mús. Ég líka. Kottu. B-X-T-G-N-I. Banani. Þú getur ekki sett okkur öll í kæfiklefan. Haldið þið að ég hef ekki hugsað út í þetta? Ég get nú sagt það að þið hafið öll fallið í þessu prófi. Sjáinu til börn, í þessu lífi eru tvær gerðir af fólki. Sigurvegarar og taparar. Ég er sigurvegari því ég fylgi alltaf reglunum. Túsin, hann skrifar. Hvað? Hver er að gera þetta? Enginn, hann gerir það sjálf. Agatha, þetta er Magnús. Það getur ekki verið. Aldrei mun ég efast mamma mín segir ég sé kraftaverk. Aldrei mun
Rifum ljót og þetta samt, samt engin mókun, ég er uppreist. Ég sama það sem ég vil, gerum röfnir átt orðið rétt, sem þörfum það en ég veit svo óþekk, þeim verðum við að fylgja, ef við óðum sama tíma, þetta fer hann ég alls ekki hér. Hún getur stekkjuna sína, ertu tilbúin í þetta nú? Við getum snúið sér, UPPREISR. Koma svo! Uppreisnarsekkir, uppreisnarsekkir, við erum UPPREISR. Það ósinn fyrir því við gerum uppreist. Við erum uppreisnarsekkir, lifum á uppreisnaröld, syngjum uppreisnaröld, ljúfum uppreisnaröld. Við erum uppreisnarsekkir, þar til uppreist okkið er. Það ósinn fyrir því. Komdu, við erum að fara til Spánar. Spánar? Hvernig liðið á Koti? Nei, Matthilda, þú mátt ekki fara. Ég ræði víst ekki. Takk. Bíðiði, leyfi Matthildu að vera eftir hjá mér. Hvað? Ég skal sjá hana og annast hana eins og hún sé mín eigin dóttir. Það að segja, ef að hún vill það. Og ég skilja dóttir mér eftir hér. Ormar, hjá þér. Hvað sagðirðu? Kallaði mig dóttur þína. Vilt þú vera hérna eftir, hjá Ljúfu? Ormar, við missum á fluginu. Já, ég vil það. Og vilt þú annast hana? Já. Við höfum hvort það ekki mikið pláss, svo ég sé enga ástæðu til annars. Ormar, koma svo, við förum Aldín. Ég þrái að komast í sólina. Leyndarmál. Hún náði. Já, komið. Mikael.